Nú ætlum við að skoða Bernoulli-jöfnuna og skilgreiningin á hvernig við erum með Bernoulli-jöfnu, það er þegar við erum með differjöfnu sem er hægt að skrifa á þessu formi hérna. Y diffrað pluss eitthvað fall af x sinum y er jafnt og eitthvað fall af x sinum y í veldinu alfa. Nú, í útlistinu þá gerum við ráð fyrir að á lausnaformúlinu þá gerum við ráð fyrir að alfa sé ekki 1. Við skulum skoða hvað gerist hérna ef alfa er 1. Þá erum við með y diffrað pluss p af x y er jafnt og r af x y í fyrsta og þetta getum við þá bara að skrifa sem y diffrað pluss p af x mínus r af x sinum y jafnt og 0 sem er þá bara línuleg fyrsta stigs jafna eða einfaldlega jafna með aðskiljanlegar breytistærðir. Þá þurfum við ekki að fara í gegnum þessa útlæðslu sem við tökum hérna eftir. Þannig að, já, kannski til að vera nákvæmur hérna, þetta var akkurat tilfelli alfa jafnt og 1. Við ætlum að skoða aftur um þetta núna. Hvað gerist þegar alfa er ekki 1? Nú, ef alfa er ekki 1, þá þurfum við einhvern veginn öðruvísi að leysa þessu jöfnu. Það voru ekki fyrst slínuleg, við getum ekki aðskilja breytistærðir. Við erum að skoða þetta eitthvað. En það kemur í ljós að þetta er eina af þessum jöfnum sem við getum breytt í línulega jöfnu með ákveðnum breytuskiptum. Breytuskiptin er alltaf vaff jafnt og y í veldinu 1 mínus alfa. Ef við gerum þessi breytuskipti, þá breytum við Bernoulli í línulega fyrststigs. Gerum þetta. Nú, við byrjum á að segja ef að vaff er jafnt og y í veldinu 1 mínus alfa, þá er y jafnt og vaff í veldinu 1 á móti 1 mínus alfa. Tekina 1 á móti alfa rótin af báða megin. Nú, ef ég ætla þá að diffra y, það er að segja að diffra y með tilliti til x, við munum að vaff er líka falla af x, þá er ég að fara að diffra sem sagt vaff í veldinu 1 mínus 1 á móti 1 mínus alfa. Diffrum þetta hérna fall, þá fæ ég veldi fyrir hérna framfyrir, ég dreg 1 frá veldinu og sinnum innra falli diffrað. Og þeir segi vaff mert í náðunum meina vaff dx. Nú, til að setja upp veldið hérna, það er með 1 á móti 1 mínus alfa mínus 1. Það er jafnt á 1 móti 1 mínus alfa mínus 1 mínus alfa deilt með 1 mínus alfa. Þannig að þetta verður 1 mínus 1 pluss alfa. Það verður alfa á móti 1 mínus alfa. Veldið hérna. Smá hérna algebra. Þannig að hér stendur, þetta er jafnt og 1 á móti 1 mínus alfa sinnum vaff í veldinu alfa deilt með 1 mínus alfa sinnum vaff diffrað. Nú, þá er ég komið með þetta hér. Þetta er y diffrað. Og nú ætla ég að fara að gera breytuskipti í formúlinu minni, í diffrjöfnu minni. Þetta var það sem ég ætla að setja inn fyrir y diffrað. Ég ætla líka að setja eitthvað inn fyrir y og svo ætla ég að setja inn fyrir y í veldinu alfa. Ég ætla að umskrifa aðeins y og þannig ég setja inn. Y var jafnt og vaff í veldinu 1 á móti 1 mínus alfa. Þetta get ég skrifað sem vaff í veldinu 1 pluss alfa mínus 1 mínus alfa fyrir geði. Og já, ef ég umröndum aðeins röðin á þessu, ég get sagt mínus alfa pluss alfa, þá er þessi hérna hluti deilt með honum verður 1 pluss alfa deilt með 1 mínus alfa. Þannig ég get skrifað þetta sem vaff í veldinu alfa deilt með 1 mínus alfa sinnum vaff. Það var bara smá umskrifun og þess að kemur ljósaði þægilega að setja þetta svona inn. Nú, setjum núna inn í diffrjöfnuna okkar. Inn í Bernoulli-jöfnuna.
Setjum fyrst inn y diffrað, það var þessi hérna gaur. Plus p af x sinum y. Við erum búin að umskrifa y akkurat í þetta. Plus r af x sinum y í veldinu alfa. Við skulum nota bara þennan hér. Þá er ég með vaff. Þetta var ekki að vera plusinn, það var í aftók. R af x sinum y í veldinu alfa. Vaff í veldinu alfa deilt með 1 mínus alfa. Sér svona. Nú einfölda þessu jöfnum með að margfalda í gegn með 1 mínus alfa og deil í gegn með þessum hérna. Deil með vaff í veldinu alfa deilt með 1 mínus alfa. Ég ger það því ég vil fá stuðlinn við vaff diffrað til að vera 0. Nei, til að vera 1 með sjálfsögðu. Þannig að við skulum sjá hverju þetta breytir. Ég fæ allavega vaff diffrað hérna. Plus 1 mínus alfa sinnum p af x. Þessi hér stýttist út á móti þessum, sinnum vaff er jafnt og r af x sinnum 1 mínus lambda og vaffið hér stýttist út á móti þessu vaffi. Þannig að þetta er orðin jafna mín. Og þetta er einmitt línuleg diffrjafna, línuleg fyrsta stigs. Þetta er y diffrað. Munið formið á línuleg diffrjafna var y diffrað sem p af x sem y er jafnt á eitthvað q af x. Þetta er það bara p-ið mitt. Þetta hérna er q-ið mitt og y breyta mín heitir vaff núna. Þannig að þetta er fyrsta stigs línuleg. Og það var það sem ég vildi sýna fram á með útleslunni að með þessum breytiskiptum hérna þá get ég alltaf breytt Bernoulli-jöfnu í fyrsta stigs línulega diffrjafnu. Og sjáðu, við vorum ekki með ákveðin p og r hérna og ekki ákveðin diffrjafnu. Við gerum þetta almennt, þannig að ég get alltaf gert þetta. Ég get alltaf breytt Bernoulli-jöfnu í línulega fyrsta stigsjöfnu. Skulum pröfa að gera þetta, skulum pröfa að taka dæmi. Hér erum við komin diffrjafnu, y diffrað plus 1 á móti x y er jafnt og 3x í öðru y í þriðja. Bernoulli-jöfnan er á forminu y diffrað plus p af x sem y er jafnt og r af x sem y í veldinu alfa. Þannig að við sjáum hjá okkur er p af x 1 á móti x, hjá okkur er r af x 3x í öðru og y í alfa er y í þriðja, þannig að alfa er jafnt og 3. Þannig að sannarlega er þetta Bernoulli-jafna. Nú ætlum við að leysa hana, ætlum við að gera breytuskiptin og við gerum alltaf breytuskiptin y er jafnt og vaff er jafnt og y í veldinu 1 mínus alfa. Alfa hjá okkur er 3, þannig að ég setjast með y í veldinu mínus öðru. Nú þá er y jafnt og mínus vaff í hálfta, mínus hálfta eða y er jafnt og vaff í mínus hálfta. Þeir sem vilja nánar útreikninga þessu geta séð hérna bobluna hér. En við höldum áfram og við skoðum, það er nóg að nota bara önnur breytiskiptin, við bara munum eftir lausnunum í lokin. Munum bara sambandi hérna milli vaff og y. Ok, þannig að við tökum bara plusótina. Segjum ég með y diffrað. Þá er ég að diffra með tilliti til x, sem sagt, vaff í mínus hálfta. Það er mínus hálfur, sinnum vaff í mínus 3 aðrir. Sinnum innrafalli diffrað sem er vaff diffrað. Nú, svo ger ég breytuskiptin, setja inn diffrjöfnuna, ætla að skrifa hjá mér hérna diffrjöfnuna eins og hún var. Diffrjöfnan var y diffrað plus 1 á móti x y er jafnt og 3x í öðru y í þriðja. Gerum breytuskiptin í þessu. Þannig að y diffrað er mínus hálfur vaff í mínus 3 aðrir vaff diffrað plus 1 á móti x
sinnum bara y. Y er vaff í mínus hálfta. Jafnt og 3x í öðru sinnum y í þriðja. Y er sérna í þriðja veldi. Vaff í mínus 3 aðrir. Nú ætla ég að fá stuðul mín vaff diffra til að vera 1, þannig að ég ætla að margfalda þessa jöfnu í gegn alla lið með mínus 2 sinnum vaff í 3 aðrir. Og þá fæ ég stuðlinn hér var sjálfsögðu 1, ég var að hanna þetta þannig. Vaff diffrað mínus 2 á móti x sinnum vaff, 3 aðrir mínus hálfur, jafnt og 3x í öðru sinnum mínus 2, það er mínus 6 og vaff í mínus 3 aðrir sinnum vaff í 3 aðrir er þetta bara 1. Þannig að það stendur svona. Þetta er fyrsta stigs línujafna. Þannig að til að leysa hana þá þurfum við að finna heildunarþátt. Heildunarþátturinn var e í einhverju stofnfalli af þessu hérnafalli. Þannig að ég segi, ég læt r af x vera mínus 2 sinnum ln af x. Þetta get ég líka skrifað sem ln af 1 á móti x í öðru. Það verður x í mínus öðru hérna með veldareglu, með lórareglu. Svo heildunarþáttur er e í ln af 1 á móti x í öðru, sem sagt bara 1 á móti x í öðru. Þetta er heildunarþáttur. Nú margfalda ég diffröfnuna mín í gegn með heildunarþætti. Þá fæ ég 1 á móti x í öðru, vaff diffrað, mínus 2 á móti x í þriðja sinnum vaff er eftir mínus 6. Nú heildunarþátturinn er alltaf hannað þannig að ef ég skrifa heildunarþátturinn sinnum vaff og diffra það, þá ég fá það sama vinstri hliðinni frá ofan. Og við skoðum það, þessi ódiffrað sem þessi diffraður gefur fyrsta liðin og þessi diffraður sem þessi ódiffraður gefur okkur seinna liðin. Þannig að þetta er eftir mínus 6. Við erum með eitthvað fall diffraður eftir mínus 6 sem er bara fall af x. Þannig að við segjum við heildum. Við fáum að sjálfsögðu mínus 6 pluss einhver fasti c. Þannig að vaff er margfalda í gegn með x í öðru mínus 6x í þriðja pluss c sinnum x í öðru. Og þá erum við búin að leysa þessa línulegu diffröfnu sem við vorum með. En við höfum auðvitað ekki áhuga á vaff, heldur áhuga á y. Þannig að við segjum, við notum okkur breytskipti sem við vorum með. Setjum það inn í, þá er ég með y mínus öðru, er ég átt á mínus 6x í þriðja, pluss c sinnum x í öðru. Og svo einangur við y. Og þess að færi mig til hérna. Það y er jafnt og, segjum við bara y í öðru jafnt og 1 á móti mínus 6x í þriðja pluss cx í öðru og y er jafnt og pluss eða mínus rótin af allri múnderingunni. Já, þetta er lausnin og við vitum hérna að x má ekki vera 0. Þannig hérna var að dæmi aðra jöfnu, þar sem við getum með einföldum breytskiptum breytt diffurjöfnu á okkar form sem við þekkjum, í þessu tilfelli í línulega fyrsta stigs diffurjöfnu.